seconds remaining. Dire team banned. Radiant team banned. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Radiant team banned. Five seconds remaining. Dire team banned. Dire team pick. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Jæja, komið sæl, góða kvöldi. Afsaka þessa kyrrð sem búin að vera í gangi síðustu mínútur. Eða hvað? Var þetta ekki bara kósí, kannski bara að hafa engan þess að vera eitthvað að blaðra ofan í eyrun á manni í draftinu? Að maður getur bara verið að njóta þess að liðin pikki í friði. Nei, segir svona. Já, bara velkomin í yfir kvöldsins. Við erum hérna með Snorra og dvergana að takast á móti verktakaþjónustu Byggafrænda. Radiant team pick. Og draftið nú bara við það að klárast. Látum okkur sjá hvað við finna. Já, Snorri dvergarnir þið byrja svolítið á að 10 seconds remaining. taka út Lone Drought og Rage Prophet sem ég held að sé bara mjög típisk bönn á móti verktakaþjónustu Bygga. Og já, Trömmi nefnilega mitt er bönnu með dúsuna líka. Ég held að það hefur ekki verið að gerast mikið á þessu móti. Að bara banna hana almennt sko, hún var tekin hann í fyrsta phase. Já, annars vantar Snorra og dvergarnum núna bara midlaneinn sinn. Búinn að taka út örssigurinn hans. Hann var ekki að spila hann í kvöld. En hann sér matchupið sitt. Choose your Ákveður að taka Queen of Pain. Ok. Þetta er nú þá bara frekar svona sígilt line-up hérna hjá Snorra og þeim finnst mér.
mikið af pikkum sem maður séð á taka áður. Terrorblade kannski hefur ekkert eitthvað rosa mikið verið spilaður en hann hefði allan verið tekinn einu sinni og þá vann hann þann leik á sem móti. Og já, Snævar eða Wu, hann tekur bara Dragonite sinn. Ég held að ef við skoðum hérna hvað hann búinn að vera að spila. Hann búinn að taka hann einu sinni. En stóð sig alveg fanta vel í þeim leik, þótt að ég held að þeir hafa reyndar tapað þeim leik. Þeir voru nú yfir mest allan leikinn. En já, þetta lið hjá Big of Frenda, það er svolítið viðfang, eða þú veist, margir spilarar. En maður veit svo sem rosa lítið hverju maður er að fara að keppa á móti fyrir hvert kvöld. Þetta séu held ég eitthvað 9 eða eitthvað sem er skráður í lið. En, heyrðu. Já, ok. Nihilist Penguin ætla greinilega að taka mid-co-op. Ef ég man rétt þá skilst mér að hann sé nú yfirleitt carry-spilarinn þeirra. Skoðum við þetta hérna. Hjá Big of þeim erum við með Vegans á support Hoodwink. Louie ætla svo að fara center offlane. Iceclaw svo mid. Wu, Snævar að taka safelane DK. Og Orkum með Dóti að fara að taka support Abaddon. Svo hjá Snorra þeim, Nihilist Penguin, co-op mid, Big Boy, support Disruptor, Gleipnir að taka support Venno. Ég veit ekki alveg hver er að fara á safelane eða offlane, það kemur ljós. Svo Glacier, Terrorblade Carry og á lokum Bad Boy á Underlord. Herru, Hoodwink, Vegans svolítið djarfur hérna, fer bara upp á highground alveg alinn hérna. Liðið hans kemur fljótlega eftir, nær góðu stunni á 2, en ég held að þetta sé eitthvað 4 manna gale. Spurning hvort það skiptir máli, Pandifico er að falla hérna mjög low, eitt högg, já, Arklætning kláraði hann. Wu er hérna mjög low, Pappi Purifier og meðan Gleipnir, allir mjög low hérna. Mikið af Purifierum var að notast, ok, Sus fellur líka og Kvapnar er að lifa af. Big Boy líklegast er að fara að deyja hana, en er hann búinn með prokkið á þessu? Já, allan að, ekki náðu mikið damage eftir að prokka. Hann endar á að vera 3 fyrir 1. Sorry, ég er ekki með draftið í gangi með þér. Nú er þetta þegar maður er ennþá með matinn hérna í kjöltinni sko, eitthvað að reyna að kasta sko. Algjört disaster. Ég kannski hendi replay að þessu hérna. Ekki bara sniðið þetta. Getið verið að hóra á millin hérna meðan. Þetta er það sem gerast það, þannig að tekja maður stönn og svo séu Gale hérna á 4 hetjur. Það er ekki djók. Það virðist nú bara ekki skipta máli. Því þeir bara ná ekki almennilega að klára hetjunum hérna. Nihilist Penguin lífur á með ekkert HP. Disruptor, hann mjög reyndar deyr á lokum en endur á að vera 3 fyrir 1. Meðan það var að gerast, ef við vorum að horfa á replay þessu, þá er hérna Iceclaw aðeins að búlja koppinn. Kveikjum þessu líka. Orkum hérna, búið gott space. Þeir eru bara 2v1 á þetta og vinna trade nánast. Big Boy vandar topp. Fær prokkið á passífunum sinu en það bjargar honum í attack-setti. Orkum var orðið frekar low-inn þessum topp. Það er með hellinga tankurs til þess að halda sig heilbrigðum.
Já, það verður spennt að sjá hversu margir breysar eru að vera keyptir núna eftir breytinguna. Ég held að það verður nú ennþá alveg mikið keyptir. Drömmi spyrir tjatti, er hópa að coacha eitthvað lið? Já, mér skildi hann segja að coacha Kuti. Eða Kutta. Ég veit aldrei hvort við erum að vera að beigja þetta eða ekki. Þetta nafn. En hann segist ekki vilja coacha það fyrir þeir tapa leik, þannig að ég held að hann sé ekki mikið búinn að vera að tala við sína menn. Dire's middle tower is under attack. Annars, last hits eru nú bara nokkuð jöfn sko, milli alla kórna. Aðalega kannski bara centarinn sem eru svolítið sakkaðir hérna. Sem svo sem ekkert eitthvað undir í hættinni sko. Heyrðu, það kemur að Gale, ok. Poppar með þetta og meðan fellur Abaddon top. Þeir ná samt að disengage hérna heldur vel. Þannig að þeir fá ekki kill úr sem þetta er. Sjá, hvað tímasendingin? Getur kannski að sé hvað gerist þarna á topp. Abaddon byrjar að fara inn. Það er svo ekki bara að glimpsa þessi. Jú, hann er bara að glimpsa tilbaka og steindrepst. Við að spila hjá Big Boy. Komið level 2 í glimpsi. Og hann nær að glimpsa svo heim. Æ. The walk of shame. Og núna er Wu svolítið in the mud. Ég er samt með salf til þess að halda sér nokkuð heilbrigð með það. Hvað gerist mitt? Já, hún hefur bara buljað á leininu af Ice Claw. Sentarinn að koma með 2 breysara. Bara en ansi þykkur veggur til þess að breiðast í gennu sko. Það eru glims ávalkum. Það er samt ekkert meira af því. Ákveður ekki að nota Bita Malice í setjuna. Mikið að vera að kasta út dótið á topplíninu sko. Súsulti klárar Venomassinn á bot. Sjá hvað gerist hérna. Getum skoðað þetta aftur. Fyrir þá sem vil ekki missa ekki einasta killi sko. Byrjar hann að geila, já svo er það bara bæir hann bara allt út í þessi. Allt í jökkið sko. Þetta er nú ekki flokknað heldur en það. Wisdom að fara að koma upp til 30. Skulum sjá hvort liðið ætli eitthvað að kontesta þau. Sýnist nú Gleipnir ekkert að vera að setja sig í stellingar fyrir það. En hins vegar er Volkan svolítið að íhuga það. Hann sé samt að vinur sinn er í vanda hérna. Hann hleypur, hætti svo við björgunum og ætlar núna að beina sér leið í Wisdomið sitt. Nei, Wisdomið þeirra segi ég. Og meðan sýnist mér nú bara Vikons að taka sér deið. Við spilum hjá Big Boy. Nær að setja hana í búrið
Hann hætti að play hjá Tóta virkar ekki, spurning hvort hann er að lifa af samt, er hann með stór stygg meðan fellur Louis bot. Sko hvað gerist þar, bara Gale inn í Metamorphosis. Það er bara, já, Hútling ekkert með mana til þess að hjálpa honum sko, poppa stykkið hana, það er eiginlega bara orðið seint. Þeir ná honum með meta, það er nú alveg heldur gott kill innan fyrir Snorra það. Herru, Ice-Claw mættur. Lendi bara fritt kill. Hann næði samt að taka út vortið, þannig að þeir náðu ekki að dynna þig. Þannig að ekki það versta fyrir þarna Big Boys sko. Degja fyrir þetta. Dire's middle tower is under attack. Það er bara, Poppastykki. Já, Beggarun. Level 3 skjöldur. Too strong. Blade, hann er með Sönder sko. Er hann ekki bara að beita það svolítið? Hann er samt byrjað að hitta Louis sko. Oi, svo sultið maður. Coming in clutch. Gleipni líka að fara degja þannig að, já, komið Hútling gulli. Já, snæði bara niður. En Nælast Penguin kemur fyrir leiti. Turner og Louis, ég held að hann sé bara stannið með 3 passive. Þú ert ekki alveg með mjög damage. Þannig að hann fæði bara öskur í fjesið sko. Og deyr. Og meðan náðu þeir Underlordunum topplíninu. Það var þetta nú bara labbaði niður syndist mér. Getur skoðað hérna. Já, ég sá nú ekki byrjun að þessu. En allan að notið held ég bara Dragonfall til þess að chasea niður. Við náðum ekki damage skilina. Hvað er Underlord komið með? Hann er bara made braces sko, hann er ekkert eitthvað super duper tanky sko. Ja, go. Næri ekki búsvakkinu. Ég syns Gleipnir, hann er bara að byrja að farma, eða hann er bara að dívorta. Ætlar örugglega að stakka. Ætlar að vera góður strákur. Hann er því. En já, Tóti er búinn að vera helviti pirrandi hérna á topplínni, sko, bara að vera að hlaupa í andstæðinginn endalaust. Sem er búinn að gefa Snævar alveg frekar mikið space til að fara með eins og við sjáum, hann er top of the CS charts. Herru, Venom er mættur hérna, hoppar ulti, ekkert ulti á, hann er kult á ultinu hjá Orkum. Hann samt nær að halda sér á lífi, verður eitthvað meira. Súl sem er ulti eftir 5 sekúndur. Náður eitthvað að beita þarna? Spurning. Þarf nú ekki mikið damage á Underlordun til þess að Súsa getur klára. En já, eins og staðan er, þá er eiginlega bara Súsin svolítið að fara svolítið fram úr. Er það portal lengst þar, hann er á middi á. Stingi play maður. Súsin alveg galið hérna, herru að TP samt á Dragon Knight. Náður Gunnubön, nei, rétt svo ekki. Og hún er að öskra á þetta tilbaka maður, að klára Súsin. Þetta er full mæting hérna hjá verktökunum sko. Þannig þeir ná disruptorunum, verður eitthvað meira. Appatur er nú ekki besti maðurinn til þess að ná fólki sko. Er samt með, já, ekkert undleis, hann er samt aðeins hraðari. Akkur er hann svona miklu hraðari samt. Hvað er ekki? Ég vennum að þessu fór svona ógeðslega hægur maður, já, greinlega. Ok. Snævar komið með armlett. Bara nokkuð sáttum með lífið held ég. Herri þeir að setja upp á Glacier. Nær, úting stun. Það verður tæft. Ok, hún er í.
Nær þá Louis follow-up? Já, það er Sönder. Spurning hvort hann er að... hann glimpsar sentorinn sem hann ætlaði að söndera. Og ég held að það hefði drepið hann svolítið hana. Hann ætlaði að söndera hann en svo var allir bara hvarfan. Það terrorbreytt fellur og Gleipnir gerir líka. Þannig að gott gang hérna hjá verktökunum. Fá 2 kills. Það glimpst líka. Inn í Disruptor ultimaður Súsin. Ekki tjá, en já. Hann er alltaf 2 dauðir sko, þannig að það er kannski ekkert rosa mikið follow-up við þetta góða glimt sko. En við fílum að reyna á það allana. Spurning hvort að Queen of Pain hana. Ættum við aldrei að geta drifið hana. Eða hvað? Settur ulti. Ulti rétt svo hittir ekki. Ekkert mana samt að Sus. Já ok, hún kemst út. Safe and sound. Já, ég held að þessi Underlord getur ekki núna staðið hérna á þessu leini á móti þessu DK eins og sko. Þú segir, þú veist, hann er bara annars til að klára hann bara með að gefa nokkur eldbolta í fjesið sko. Líklegast mun held ég leikurinn svolítið stabilirast núna næstu mínúturnar. Bæði liðin bara nokkuð sátt við að farma. Ok, náðu forsa ulti á Abaddon. Ég held að það gerir nú ekki mikið samt. Ég ætla bara hann að vera byrjandi. Dire's middle tower is under attack. Ég vona innilega að þessi ekki að heyri mig tyggja mat. Það var ekkert rosalega smekklegt. En það eftir að taka Wisdom með hérna. Já, síst Big Boy vera stemni á. Radiant's middle tower is under attack. Við, já, Hútvingar er að fara í kortastaf inn í Dire's top tower is under attack. eitthvað áhugavert. Hún er með nokkur kostið hana. Sama hvað hún fer í, það mun vera mjög interesting. Kannski bara ork getur verið Queen of Pain eða eitthvað. Það er spennandi. Sjá hvað hann ákveður að gera. Og já, líka bara kannski bara fyrir terrorbliðin. Ef hann er ekki komið með spónum út á mattaði sitt eða er ekki ennþá komið með BKB. Já, heldur að vera meitslegir. Samt, já. Ég meina, þetta er alveg ágætt seti. Já, hvað segir ég? Queen of Pain kom með Dagon. Radiant's bottom Hvað segir chati? Hvað liðið er að fara að taka þetta? Radiant structures are fortified. Hvað line-up fílið þið betur? Dire's top tower is under attack. Radiant's bottom tower is under attack. Radiant's bottom tower has fallen. Bæði liðin treyta eða hvað? Under attack. Sjá hérna Hútving típiði. En Snævar er mættur hérna líka og núna er Big Boy komið svolítið rosalega autoposition. Hann mun líklega stegja hérna, ná ekki turninum og Bad Boy er farin út. Núna er allt liðið hérna mætt, þeir vilja örugglega bara keyra næsta tier 1. Svo sem við ætlum að koma með Kaja og Flaktari, þannig að þeim vantar ekki damage sko. Tower is under attack. Þvert á móti. Komið samt pipe á Underlordin. Þannig að ef að Snorra þeir ákveða að fæta hérna, þá held að þeir séu með svolítið sterkt timing. Þeir eru ekki ennþá komnir með það á centerinn sko. Og já. TP út á DK, hann er samt mögulega að fara að rótita með liðið sitt aftur. Þeir eru að hendi smoke, já. Þeir poppa smoke. Vortið hennar sér þá ekki.
Spurning hvort þetta lukkar sér bussi samt að enginn sé að sína sig þarna á leininu. Mjög splittaður upp hjá verktökunum. Ok, Smokey poppast. Kemur portall til þess að reyna að innigrófa hann. Hann er að hlaupa upp samt. Vá, er hann að fara að sleppa þetta? Þetta var rosalegt djúk maður. Það var svona, ekki svona það klassiska, eitthvað svona labbeginni tríðan djúk, þetta var svona makro djúk, getur maður kannski kallað þetta. Hann las mappið vel, þannig að hann sá portalegana. Er ekki með súsúsli, sottir hann bara allt og mikill pappír fram á þessu sús. Já, Sölvi segir í chatið að hann hefur áhyggjur á þessum TP, hvort hann er að halda sér nú vel á lífi. Allavega eins og staðan er í leiknum núna, sko, það myndi ég segja það, en þeir kannski hafa ekkert eitthvað rosa mikið til þess að... Jú, þeir eru alveg með ágætlega mikið stunds. Teka tilbaka. Batti, hann vill fá hann að turn, sko, og mun líklega skera það núna. Þeir eru með glyph, vilja splæsa. Ákvað að gefa mig bara. Sýnist, finnur stönnina mitt. Ég held að þetta söptir sem fallin aftur, það er it's your spell. Nei, ok, þeir byrja að gleipni. Hann deyr. Ok, gott rút. Sportanir eru svolítið langt inn í það. Kornir eru meira tilbaka. Náttbokk ulti, Abaddon. Nælismengunir er ekki svæðin samt. Hann er að mæta samt eftir smá. Góðu vorti hann fyrir aftan. Wrap around. Vortin minn, þetta er spottan. Það fer náða langt upp, sko. Já, mér sýnst Snorri Dragan er bara að vera svolítið defensive formation. Þeir eru bara að reyna að defenda turnina sína og gefa TP space til þess að farma. Mér sýnst það svolítið vera bara gameplanið það núna. Ég er að láta Underlord og Queen of Pain sína lanes, því þau eru svolítið svona tiltölulega unkillable at the moment. Og Hoodwingin er komið með meidsleginu sinn, sko, þannig að hún er komin á line. Já, þetta er annar leikurinn sem Underlordin ákveður að fara í Atos second item. Það er eitthvað, senan á Íslandi, hún er eitthvað með svona Atos fetish greinilega á Underlord, sko. Já, ég vil nú fara að sjá þessa pípu bráðum á centranum, sko. Hún er búin að vera svolítið lengi í vinnslu. Hvað gerist þarna? Nær vikans einhverju stönni? Sýnist ekki. Það er rosa mikið vision upp á liðum hérna á þessu svæði. Þannig að þetta sé erfitt fyrir liðið að svolítið að byrja fights. Ok, gott glimpse. Finna íkornan. Hún er först inn í búrinu, en þeir voru ekki alveg að committa. Það er náttúrulega bara Abaddonana og Sus. Öskrar. Ok, hlýtur nú þegar, já, loksins. En ok, Woo er farin inn. Stönnar Queen of Pain. Hún er hopp út. Ok, geggjað ulti eða hvað, þeir eru eiginlega bara hopp út því. Hitt og mann sem var ekki nóg til þess að halda þeim. Það var greinilega ekkert búr hana til staðar. Ok, ná að festa á 2, en þeir eru náttúrulega svolítið massaðir hérna. Erfitt að fara að gera það. Þetta er rosa mikið eitthvað stand-up fyrir báða liðum. Ok, Kopp hoppar inn. Nær Volkum. Gott pick-off. Sá að búin út ulti. Gleysir, þú voru aðeins að passa hérna. Þetta er hættulegt. Á meðan náður Woo. Nær Sus, nei, hann er ekki TP. Og meðan kláraði, ok. Bara geggja kætininu hjá Snorra Draganum, sko. Spilin að fæta ógeðslega vel. Og bara, já, voru mjög svona þolinmæðir bara að halda sinni formationi og láta ekki ná sér. Svo bara Queen of Pain með gott initiate hann að hoppa inn og klára key targets. Ok, hann er glimpsaður í annan skipti.
Þetta er nú ekki eins slæmt og þarna í Lane Face. Þannig að hann hendur bara eitt tónt og áfram í lífi, segir hann. En já, þannig að leikurinn er eiginlega bara svolítið nýjafn í bara öllu. Ég meina, þú veist, gameinn sjálfur er bara í baslið að ákveða hvaða lið er að fara að taka þetta, sko. Nánast 50% probability segi ég. Já, hvað ætlar, já, hann er að fara í glimmer bara á Disruptor. Klassist. Einfalt klassist og effektíft. Herru, þeir byrja að sýtsa tier 1. Mér sýnist nú þeir ekki vera tilbúinir hérna hjá Snorra og þeim. Þeir ákvaða að taka Tormentorinn í staðinn. Þetta verður free turn. Big Boy er svolítið tæpur en þetta hefst á endanum. Hann fær sjartina fyrir sem umbun fyrir að vera með hann að liðinu sínu. Tanka. Skoðum aðeins hérna ordana hjá þeim. Ég er svolítið mikið með focused vision hérna á neðri helming mapparins hjá Bigga og þeim. Meðan, já, ekkert rosa mikið vision hérna hjá Snorra og Dvergunum. Bara þessi eini defensive wardana í triangulinu. Verktakarnir, þeir voru fengu svolítið innblástur og ákveða að hendi í Tormentor líka. Þannig að Víguns fær boomerangið sitt. Hvað er boomerang aftur á íslensku? Veit einhver að það í chatinu? A gift from the tempest of battle. Maturinn minn er orðinn ískaldur hérna fyrir mig. Mikið hægt að gera því. Bjúver pill. Ég er nú bara aldrei þetta á þér, sko. Herri, hann nær að festa gleipnir hérna upp á. Oh my god. Þetta er nú bara svolítið pínlegur döðið hérna. Ég held nú að verða nú að hendi í replay hvernig þetta gerist, sko. Nú við sjá. Nei, er hann að D-wardaði ekki, eða hvað, nei. Ok, nær að festa bara með að setja tríðað með eitthvað. Þetta er eitthvað 5-head play þarna, sko. 100% intentional held ég. Já, það eru margir Íslendingar í chatinu að dunda sig með Bjúver pillinn einhvern tímann. Sunnudags eftirmiddag eða eitthvað. Í hljómskólagarðinum eða eitthvað. Hérna, Portal á DK top. Þeir eru samt smókaði fyrir aftan hann, sko. Getur alveg verið hættilegt fyrir það. Poppar DK ulti. Tóti er hann í bergunum. Poppar skjöldi og svo bara central ulti og já. Þeir eru bara komin út. Ok, þessi Víguns, hann er mjög mikill quarter staff, nei, Oblivion staff segi Enjoyer. Er að fara í annan item með Oblivion staff. Fer hann svo ekki bara í lokum í Witchblade líka, bara til þess að fá alla Oblivion staffina. The whole set, sko. Af hverju er enginn að lýsa með Snorra? Já, góð spurning, sko. Kannilega allir bara svo uppteknir í Shield félaginu. Nei, ég er að missa þennan einhvern fighting í topp.
Var þetta ekki bara eitthvað, er komið blink en það, nei, How that ekki hann, a tribute. sáður hann einhver word. Getur svo skoða þetta aftur hérna. Fyrir áhuga sama. Já, hann er bara komið svolítið ansið djúpt hana. Þeir ætla að preppa Roshani. Komið BKB og Santinyasa. Hann er orðinn sko, já, er að nálgast 4K líf. En já, ég held að Terrorblade þarf nú að eiga ansi mikið meira itemum til þess að eiga eitthvað róð í hann eins og staðan er núna. Og já, það er Eikisi í þokkabút upp á þetta allt. Þannig að já, bara gangi ykkur vel Snorra og Dragunum að drepa hann til þess. Þetta er mjög svona, já, þetta er mjög litríkt en að item build hjá Glacier. Með svona ímislegt, sko. Smoke gang. Hann lítur á steindauðurina að það er eitthvað kraftaverk sem kemur ekki. En gott pick-off, hann hafði ekki hugmynd að þeir voru hana, kannski Warden líka svolítið að gefa hann falska von. Þeir finna líka disruptorinn í kaupati. Þannig já, bara mjög sneaky smoke hérna, fari gennum gateið, beint eftir Ross. Þannig að Snorra þeir voru kannski að búast við því bara þegar þeir myndu vera einhvers staðar svona efri parti mapsins. Svona hérna. Það er Axe, já. Fíla það svo sem alveg, móti 3 melees. Getur líka tekið einhver POG plays með að setja ultið þitt beint á einhverja óvinna hetju fyrir extra lockdown. Skulum sjá hversu mikið map control þeir náðu núna að þessu Eikisi hjá verktökunum. Og meðan er nærist penguinin að split pusha. Er að nýta spacið vel á mappinu. Meðan liðið hans er svolítið bara stikka saman. En já, það er enginn komið með að koma orkid á Hoodwing. Það er enginn komið blinkdagger á hjá verktökunum, þannig að þeir eiga kannski svolítið basl við að byrja á þessari Queen of Pain. Það er svolítið að vera Hoodwingin sem setur upp fyrir liðið sitt, annars held ég að þeir séu aldrei að fara að ná henni. Nefnum hún sé eitthvað virkilega out of position. Já, hann ákveður að fyrir BKB á Centaur, fyrir blink. Yes, þið sjáu hvað er að gerast hérna í in-game chatinu. Það er hype. Ok, eitthvað glimpse, en ég meina þetta er Centaur sko. Þetta er 2 hérna á mótorum. Ok, komið skaði á Terrorblade. Aðeins byrjar að svona detta í gírinn sko, getur maður sagt. Ég ætla aðeins hérna græða eitt. Svona. Góða kvöldi. Já, góða kvöldi.
velkomin að streymi. Takk fyrir. Þú mætir Ég er- bara, hvað segirðu? Ég reyna að finna leikinn, þú veist. Þú ættir ekki að finna hana bara í What's Game Tournaments. Radiant's middle tower Það virkar nefnilega ekki alltaf að gera bara hægri klikka á einhvern félag að vinn og gera What's Game. Það er eitthvað coordinator issue. Herru, Orchid á Queen of Pain bot. Ég held að sé samt ekki náðu mikið. Getur við bara TP núna, auðvöld. Eða stikkað. Kemur portal frá Underlord en hann fer nú bara strax tilbaka. Centaur er nú ansi einn hérna. Það er taka eftir því, en hann er með BKB. Það er nú ekki léttasta killið sko. Erum við þetta með frekar juicy ward hérna. Sem er nú svolítið skrítið að þeir eru ekki búin að taka niður sko. Þeir eru að sjá hreyfingarna hjá Snorra og Dörganum rosa vel. Big Boy í smá vissinni, gleymir kepi, kemur hann til bjargar. 4 mann smoke. Þetta var heldur samt undir vorti sko, þannig að þeir eru bara að stikka saman á verktökunum, halda góðu formationi, setja Abaddonu fremst. Ég held að nú geta alveg sett Centaur líka fremst sko, ef þið vilja. Þannig að þessi smoke verður nokkuð ósamfærandi. Dóti hérna mjög viljandi bara að reyna að beita eitthvað. Ok. Anti-fight. Byrja á Underlord, ekki besta targetið sko. Gott Queen of Pain ulti. Það er að poppa ulti á Abaddon. Það er búin að poppa Metamorphosis. Hann finnur baklínuna. Vel gert hjá Niles Penguin maður. Wicked sick. Meðan deyr Underlord sant. Ok, búinn Abaddon líka. Ok, Niles Penguin er að sko áttunum nú vera svo mikið. Ekkert Aegis á Snævari, hann er búinn BKB sitt. BKB á, nei, buyback á Underlord. Vá, þeir eru að spila það sko upp úr skónum bara með hvernig þeir eru að teamfighta sko. Passaði. Ok, gott Sander. Þetta er bara teamfight. Ertu komin inn, Helgi? Nei, coordinatorinn er niðri. Ok. Discord streaminu inn og get ég fylgst með hann. Ok, ég skal prófa það. Það verður nú ekki í bestu gæðum, en Nei, gæðið eru bara fyrir áhugamenn. skulum sjá, chatið lætur mig kannski vita ef að streamið byrjar alveg að fara í kuku, sko. Það er komið? Já, það sjá. Æ, úps, ég ítti á takka þarna, afsaka þetta chati, smá air-ripinn í gangi. Er þetta bara búið leið að ég mæti hérna? Já, þeir tóku sko geggjaðan teamfightin hjá Snorra Dögganum, sko. Bara, ég þurfti að sína. Ég sá teamfightinn sko, þetta var hrikalegt átlegi. Pínu unluck kannski. Já, ég held að þetta sé líka kannski bara það sem er svolítið vesenið með hvernig þeir eru bara að itema þessa hjá verktökunum er að þeir eru með rosa lítið initiating items. Það er enginn komið blinktakir. Þannig að, þú veist, eins og þarna, þeir þurftu bara að byrja á Underlordunum, það er alls ekki targetið sem þeir vilja byrja á. Þá verður þetta eitthvað svo vandrarlegt. Hvernig er item-buildið? Hann er með pipe, blade mail og BKB, sko. Já, hann þarf klárlega blinkdagir til að byrja að opna fyrir liðið sitt og jafnvel DK líka var hann ekki komið með hann. Já, hann er hætti að fara í að næsta mitt. Spurning hvort að, já, þeir kannski voru aðeins á gríti með að fara í svona tanki items, sko. Já, þeir eru reynda með mjög góð late game matchup á móti liðinu þeirra sko. Percent base damage og mikið cleave og tank og svona. Þannig að þeir geta alveg dreigið þetta á langinn ef þeir vilja sko. Þeir eru byrjar að, þeir áttar sig kannski á þeir eru byrjar að tapa hérna. En Terrorblade er ansi feitur, hann geti klárað þetta bara á næsta Aegis. Það er hérna, já, 2 mínútur í rós. Já, hann fær bara með þetta BKB þá fær hann bara free and fight. Það er lemið svona sýnist. Já, það tók Gott control með Titlord. En já, hvað segirðu? Þið líst betur á verktakana, svona ef þetta fer í leit
bæði þetta lið. fer í late, sko, Terrorblade fellur svolítið af og Zeus er náttúrulega alltaf mjög góður um Terrorblade. Mhm. Og svo er bara DK með Top tower is under attack. teamfight, splash, sustain. Í gangi, það var þetta var verið að nerfa DK, kannski Structures are fortified. kikkar eitthvað inn í hér. This Mhm. Dire's top En það er oftast nóg til að klíra, þú veist, Illuin, bara nokkur hit. Ef hann fær stóru damage iteminn. Það er kannski ef að Coop byrja að nálgast í Refresher. Og Venom að sér hvernig er hans item progression í gangi, eiginlega. Já, hann er, ok. Eru þeir með Sivas á Radiant? Ekki eins og Pabbi er Bad Boy held ég, kannski með Sivas? Hann er á leiðin í það, eða hvað? Já, hann lítur nú að vera. Hvað er hann samt að hverju er? Dire's Hann fór í Lotus. Ok, bottom tower has fallen. ok. Þeir defensive frekar en offensive. Dire's bottom tower is under Það er svo mikið af targeted ability minna. Eða hvað? Já, þetta er nú bara aðalega DK stennið, sko. Og eitthvað frá Source. Kannski vilja sjá Sivas hérna. En hann er með Aghanim sér. Það er mjög gott í það. Hann er kannski Já. líka bara að hugsa að hann vilja pörtsa, sko, þú veist, silensi kannski á koppin sinn eða terrorbladeið sinn, sko. Já. Reyna kannski að fá eitthvað svona klöts til spil. Það er engin gleipnir á þessum hútving vandalega, búið að eyðileggja það item. Já. Hún er bara að fara í... Já, maður sé hann skada actually bara. Er að fara í Bloodthorn, byrja á Mageslayer og fer svo bara beint í Bloodthorn. Já, þeir smóka hjá verktökunum, vilja fyrir að fá einhver pick-offs áður en þeir byrja á Ross. Kemur counter smoke. Ok, Þetta er Ross nr. 2, vandalega. Já. Ok, hvort liðina er með eitthvað almennt vision, sko, kringum biti. Það verður líklegast þá bara... Já, sjá hvort hana. Verður smá vandalegt hana. En smekkurinn farin inn. Fær sannlega á sig, með byggubissan. Poppa því. Ok, hútving. Steindauð. Þetta er... Abbolti komið í gang. Já. Vú er inn. Hann er það með heilbröður. Ég kom beðið svolítið smá svona færtir einskis hérna hjá Terrorblade. Já. Þeir finna Hopp er inn. Nelsmekkurinn. Já, vá. Þetta er stórt, sko. Taka út Abbolti núna. Vú er að manninga upp hérna. Já, er hann að klára hann? Alveg takkul? Nei, impossible. Leggja frá sér bara þarna. hann er með Sutters. Leysir inn. Það er Súrsinn. Hann er með fullt af mana, sko. Ice Claw. Hann nota Tricksters Cloak. Hann er... Ísh. Þeir eru báðir var svo fett. low, maður. Damn. Bara munaði, þú veist, 1-2 arklæting frá því að þetta hefði verið teamwipe í hinn áttina, sko. Það var það algjörlega. tæft. Spurning hvort þeir rekin ekki bara að keyra aftur í Roshan. Þeir ættu að gera það. Já, Er buyback til á Vú. En hann giska ég myndi vilja ekki nota það. já, ég held nú samt, sko, já, þetta verður svolítið vandræðilegt þetta bæði liðin alltaf munu bara respawn á svipum tíma. Já. Og ég held að hvort lið kannski vilja eitthvað byrja á Ross. Roshan hann er svo sem kominn niður og þá er Radiant með advantage og Terrorblade getur alveg solo hann. Sko. Mhm. Þeir eru líka með outpostið hérna, þannig að það er svona svo erfitt fyrir Dire eitthvað að mæta hana fljótlega. Dire's top tower is under attack. Já, mér sýnist þeir vera bara að conceda Ross eða hvað. Já, 10 sekundur DK. Já, Centaurinn, hann með þess að Hann fór ekki... Já, Já. hann nennir ekki að initiate þessum leik, sko, hann er bara, við þarf að initiate, sko. Já. Þeir koma bara í okkur. Poppa scan. Take á Centaurinn. Já, spurning hvort að, ok, Woof er komin blinki samt, hann getur byrjað, ég held að það sé bara óseinir, Ross er stiga döður, spurning hvort þeir vilja samt fæta, ok, ekki portall,
Sendar gripinn. Já, Þessu sem ekki target sem vilja að samkvæmt það gengur. gott BKB, ulti, hann var lítið til að stoppa það. Já, það er glimt en hann er ekki að reyna við það. Það er spengun eins og Inn. djúpur sko. Nei, með allt lið á baku sig, þannig að hann er mjög hugrakkur hérna. Koppir aftur inn, Já, hún er alltaf með ekki Það er svona, hún er bara... gjörsamlega fearless. Já, Break á Terrorblade. komið Satanik líka á Terrorblade, það getur verið hjúts. Smá vanda, Dóttir kemur okkur verkanum hérna. BKB, Bú er inn. já, er að gera ágætið skaða. Þetta er náð bara kætan heldur vel sko. BKB wasted á... Ég veist hvað þetta er. Já, það er engin Abaddon en það hjálpa mér sko. Nei, og sennilega Louis líka. Ok, poppa Ó, ekki ekki sparinn. Leikir að gera damage. Það er buyback á Bú en ekkert Dragonform. They're unstoppable. Ég hefði glimpsið fyrir selmi, þú þurfa ekki. Fengunni bara inn. Já, ég held að þeir hafa bara ákveðið að þeir ætla bara að gefa allavega eitt, jafnvel 2 raxina. Spara buyback sinn fyrir næsta fætt. Það lítur allavega hann út. En, veistu hvað er langt eftir þess að meta þið? Já, alveg, Það er slappið. Það er nóg. hann er líka að fá, Ef þeir buyback ekki þá þeir taka 2 sætina ef þeir buyback ekki. ég veit, Já, þeir hafa ekki viljað töfla þetta. Terrorblade-in er að ná að sigla þessu heim. já, en við munum fá 2 raxina. Alltaf tier 2 er ennþá bot, þannig að þetta getur ekki verið megas. Nei, topsi. Ok, kom portall. Vigons. Og glimpsi líka sko. Æj, Killing spree. hann er ekki með buyback. Við fáum eitt síðasta fætinn, það stefnir í það. Já, Þeir Sjá, bara það keira bara eru- frá því. það eru buybacks á... Já, bara TK-num og Abaddonum núna eins og er. Alltaf smá í súsinn. Já, þeir virða respawnið ákvaða að bakka bara. Engin ástæði til þetta. Er þetta leikur 1 eða 2? Hérna. Þetta er fyrsta leikurinn. Veistla. Worthy tribute. Þeir eru allir orðnir... Terrorblade-in er kannski orðin einu númeru á stór fyrir þá núna. Það gerðist bara... Já, líka bara með hratt. hann skaði líka, þú veist, þú sér það. TK-n hann er eiginlega bara svolítið í basli við að ná að lemja almennilega, sko. Já. Og líka bara þessi Pit of Malice frá TK eftir BKB, sko, það... Nei, frá Underlord þú veist, þetta er alveg mikið af einhverju dóti. Og, Já, þeir þurfa eiginlega að halda sendornum fyrir framan hann, sko, eins lengi og þeir geta. herja, Ef bara hann á að fá að gera damage. komið hex hérna á, þetta er Já, sortur. ok. Góðan daginn. Casual hex bara. Gæðis. Hann er greinilega að vera að fengi mikið af gulli held í þessum teamfight, sko. Dire's top tower is under attack. Ok, komið arkinn hérna á sússinn. Tower has fallen. Þú veist, hann áalega geta gert slatta að skaða, sko. Það verður ekki verið til þess. Gott þrátt fyrir þessa pípu. Þeir ætla að reyna eitthvað, þeir smóka. Dire's top tower is Gæti rambað inn á pitlordinu það. Ok, hann sýnir sig. Innan. Það er done. Þeir tekið smá tíma. Done. Gott upp í og 3. Þú á BKB sitt. Poppar því hérna. Penguin er farin inn. Venna úti. Ég held að þeir verða. Getum það. Þetta er rosa messi. Einn á diganum. Nær tveimur. Þetta eru að bæfækja hana. Gera það báðir. Abaddon. Abaddon. Þeir eru allir með buyback. Búin að nota 2, sko. Þeir geta defenda. En það verður dýrt. Þegar orðið dýrt. Lítur ekki vel út fyrir Nei, Bú og félaga. þeir bara virðast ekki geta ná að klára einhverjar hitju, sko. Já.
Það er náttúrulega bara líka erfitt, þú veist, þegar DK er alltaf jump inn og ná einhver stönni, þá það er ekkert svo mikið af öðrum hitum sem ná kannski að elda hann svaka vel. Nei. Underlordin er með, Shiva sem hann vill það. Leiknir er að vinna í öðru hexi. Hvernig það er svona að stakka hexum á móti ambátanum, það er ekkert fín aðrið. Ríklandri, nei. Já, það er að passa svolítið, ekkert buyback. Ef hann deyr þá er þetta held ég bara búinn leikur, jafnaðum. Já, þeir þurfa að reyna að draga leikina þess, þeir þurfa náttúrulega að koma leinunum sínum inn sem er erfitt á móti þeirra blade. Og líka bara mobile kvop, getur hoppa á milli og sjá hvað. Radiant gæti auðvitað beðið hérna eftir næsta rós. Þeir eru að gera. Glimpse og sendarinn. Það verður stórt. Hann er með BKB ulti, sko. Mun líklegast þurfa bara að poppa því held ég. BKB er það svona í gang. Hann er inn. Já, það finna að vinna á hann. Done. Ok. Á tvo hana. Þetta buyback vinn. Já, hann buyback, já. Það er gaman. Þetta er nú við vol. Já, ok, hann er með ulti. Hann er með ulti. Góðum málum. Tépið með svo á taflunni. Já, tépið hann á taflunni. Það er pittur. Nei, hann fer ekki í gegn. Ég sé að hann er svolítið mikið ofta að nota ultið sér bara til að fá þetta að auka pitt og mannlega, sko. Ég er ekkert endilega að nota til þess að teleporta. Nei. Það er náttúrulega gott utility í þar, sko. Já, þá smóka þeir vilja finna meira. Eru með 2 manna advantage í það. Hvað sjá þeir? Sjá rosa lítið svo sem. Sjá samt að það Firestorm í gangi hana. Fer inn. Finnur. Kannski ekki target sem hann vildi, en allt í lagi. Já, pípa eftir 2. Vantar eitthvað meira catch. Já, Hútung er ekki þarna og núna er því mættir að snorra á þeim. Blinkdagger fer inn. Kvott komin í bak. Sendarolti fyrir í gang. Nú er að vinna í kvottni. Þeir eru svolítið að splitta damage sitt, sko. Þeir eru ekki alveg að ná ákvæða sér nú vel. Laser er umkringdur hérna. Á BKB hann á Sundel líka. Hann er bara með Satanic og Já. hann bara... Já, það er bara út. Það er alltaf respauna. Hlaupið eins og við getið, strákar. Píka upp á TP, bara eitthvað. Æsko reynir, Já. hann á TP. Það kemst út. Og Æsko Já. kemst út líka. Já, ok. Gott disengage, sko. Þetta Og hann kemst. Þetta var mjög riskið þarna, hversu djúpt þeir fóru. Það er ekkert að enda, sko, bara í algjörum hörmungum, sko. Já, þeir eru svo framlega sem að ef að senda hann nær góðu stönni, sko, þess að náði hann að góðu 2 manna stönni, þá er fætin alveg doable. Já, ég held að einmitt það sem bara fórsett úrskeiðis hjá þeim var að einmitt koppinn hann að jumpaði backline'i og þá splittist svo upp hvað hitju þau vildi klára, sko. Þannig að þeir náðu ekkert að klára undirlótinu. Og DK-in fór á koppinn í staðinn, sko. Bú er svolítið attack speed starf hérna, sko, hann er kannski að ná að pumpa út nógu miklu damage. En þeir eru að gera á regluna, þetta eru megasmara, það er glyph til. Sé strax inn. Þú er að reyna mikið á, það gengur frekar hægt samt. Pípan doing work. Og þetta er bara megas. Myndi segja hvað þið gert í þessu. Það er ekkert glyph til núna. Þeir gætu haldið áfram að pressa, þeir senda hann kemur tilbaka. Já, ég ætti að gera það bara. Þetta er stór með. Já. Já, það er galið. Það lítur ekki vel út hérna fyrir Vúafélaga. Þeir heita verktakaklúbbur Bigga. Verktaka þjónusta Bigga frænda. Já. Worthy tribute. Og er Biggi frændi þá að þjálfa það á það? Nei, mér skilst ekki. Ég held að sé Fannar held ég að þjálfa það. Biggi er bara, ég held að hann sé örugglega bara að gefa styrkja liðið örugglega. Já, fjárhagslega minnum. Já, einmitt. Treyjur og
og uppihald. Gefa þeim matapinning og svona. Það þarf líka. Þá fyrst verður þetta alvöru. Leia æfingúsnæði og svona. Já, en það er kannski ekki mikið sem getur ákvað terrorblitin er komin með mikið netverk. Heyrðu, hann hoppar inn. Annar peka mér út. En það er til glims. Þetta er Smá mistæm. Já. Góð tilraun samt. Mér finnst nú samt alveg ótrúlegt að hann sé að gera svona play á snæverið, sko. Hann er einn að hoppa inn, eitthvað blind að stunna disruptor, engi fyrir aftan hann, ekkert buyback. En þeir eru inn, Bob er inn. Nú er náttúrulega Diego með ekkert buyback í þessu fight. Nei. Og ekki fyrir B heldur. En hann er inn. Gutti. Mjög low, ekkert buyback. Buyback út wing. Eitthvað fallinn. En það er eiginlega bara enginn að deyja hjá Snorra þeim, sko. Allir mjög heilbrigðir. Og alltaf bara búið Terrorblade fight, bara flýst að lemja. Þetta virðist vera búið hérna. Já. Stús ætlar að reyna. Og þeir kalla GG. Ég ætla ekki að vera leiðilegur en þessi leikur er búinn. Já, hann er það, Ernir, það er alveg rétt þér. Hann var að klárast. Herru, koordinatorinn komið tilbaka. Býði ég ætla að hoppa inn í leikinn. Já, Já, en ég misti ég af stóru hluta leiknum. Þú voru að segja mér, stærsta hluta leiknum, hvernig leit þetta svona út allan tíman eða? Nei, leikurinn var mjög jafn til þess að byrja með, sko. Bara fyrstu, getur svo sem bara skoða grafið. Ég minnir að fyrstu bara, jafnvel 15-20 mínúturnar, það var bara netverkið bara mjög jafnt, sko. Já, svo sér hérna. Þetta byrjaði svolítið bara að fara í hag fyrir Snorra þá þegar þeir tóku nokkar teamfights það sem, sko, Nihilist Penguin var að taka bara, hann var að spila í kringu fightinu ógeðslega vel, sko. Já. Bara finna hetjuna sem voru alveg einar að reyna að bakka út og resetta og meðan allir hini voru ennþá eitthvað upptennir í fightinu, sko. Já, herru, kötturinn minn er örugglega ítt á fjörulunartakkan, þannig að já, hann fekk alveg að sýna sig vel hana í lok leiks. Fjörulatakkan, hvað þýðir það? Það er sena. Já. Ok. Já, en Já. það verður gaman að sjá leik 2. Já, algjörlega, bara fárlega vel spila hjá Snorra þeim, sko. Þeir eru komið með mjög gott svona team coordination í teamfights fyrst mér. Bara eitt af þeim bestu held ég í liðunum á þessu mótið, sko. Út af því, já, þú veist, mér sýnist þeir hjá verktökunum vera betur, þú veist, í að farma og, þú veist, svona safna upp networkið. Ekkert eitthvað rosa mikið meira, en svona aðeins. Já. Það er erfitt að keppa við Terrorblade í því til lengdar. Og þú veist, Terrorbladeinn, hann, út af því Snorra og þeir spiluðu þannig í byrjun leiks að þeir voru rosa mikið bara að spila þannig sér bara defensive, bara reyna að defenda þörnana þegar hini voru að reyna að keyra. Þú veist, þeir eru með öndalút fyrir það og Venomassir, þannig að þetta er bara ógeðslega gott lið fyrir það. Og meðan var bara Terrorbladeinn að farma bara jungli. Þannig að hann var, þú veist, nógu sterkur til þess að geta joinað, sko. Og tilbúinn. Bara, þetta er bara solid gameplan hjá þeim. Skilst að, já, ég held að sé, já, alvöru keislan eða Frikki er held ég að coacha þá, sko. Það kannski var hann með eitthvað töflufund fyrir hennar leik, gefa þeim svona skýrt plan hvað þetta var að gera. Það er mikilvægt. Hjálpa til. Herru, annars held ég hendur bara í, sko ég ætla að gera sjálfur bara Nihilist Penguin, mitt MVP fyrir hann leik. Þú kannski getur ekki alveg gert það eða sást ekki allan leikinn, eða hvað? Ég býði í næsta leik. Já, ok, flottir. Herru, annars hendum við stutta pásu og bara komum eftir svona, já, cirka 5 mínútur. Ekki vel langt.
Alrighty, velkomin tilbaka. Leikur 2, drafti komið í gang. Og já, Snorra og dvergarnir banna basically það sama nema þeir taka decoin líka út núna í þetta skipti. Ég man ekki alveg hvað var hitt bannið þeirra áðan. En kannski voru þeir þarna first pick áðan. Ja, mér finnst áhugavert að sé verið að banna Fúrion og Lone Druid áfram. Það Já, er reyndar óskrifuð regla að banna Lone Druid á móti Vú. já, ég held að þetta sé nú bara eitthvað svona target eitthvað. Þeir ætla að banna þetta no matter what. 5 Það mátti seconds remaining. verðtökunum sko. Dúsibanni líka, finnst mér spennandi. Radiant team ban. Já. Þeir hafa kannski eitthvað að vera að skoða Dotobuffi hjá Snævari og sé að hann er eitthvað að taka, ég veit það ekki, ég er ekkert að skoða sjálfur, en kannski er hann með eitthvað ógeðslega marga dúsu leikið spilað eða eitthvað. Já. En þeir gerðu þetta líka í fyrsta leiknum sko, þannig að þeir greinilega vita eitthvað sko. Við treystum þeim. First pick Weaver og first pick Hoodwink. Já, þeir bunnu Vífurinn aðan, alveg rétt. Og þeir, já, ok, þeir ákvað að stela honum þá í staðinn. Já, verktaka þjónusta byggja frænda er með Grandmaster Hoodwink eða ekki, Vígons er... Sá ég það ekki rétt, hann er level 30 Hoodwink. 5 seconds remaining. Jú, það getur við að segja. Dire team pick. Reyant Weaver. Þetta er mjög cozy lane, sko. Já, Ef þetta algjörlega. verður safe laneið. Hvað finnst þér itembuildið sem að fór í síðasta leik á Hoodwink? Mér Meidslegur fannst og það frekar, 10 seconds remaining. frekar weak, persónulega. Mhm. En svona, ég hefði sleppt öðru, þú veist, það er nóg að fara í annarkvort sem ég, sko. Já. En mér fannst alltaf kannski, sérstaklega bara í þeim leik að þá út af því að koranir voru að fara í svo defensive itema þá Já. einmitt virkaði ekki eins vel að fara í eitthvað svona super eitthvað damage 10 seconds bara build. remaining. Já. Kannski Mage Slayer, Force, Daedalus, eða eitthvað. Já, maður fann alveg stundum að Hoodwinkin var svolítið oft í basli að komast út úr fights og reposition þessi og þú veist, já. Já, Já. en nú er Hoodwink með Underlord í sínu liði, það kannski hjálpar. Hoodwink Underlord er líka eitt scary lane. Eða kannski ekki scary, en það er mjög erfitt að stoppa það. 10 seconds remaining. Og Underlord pirrandi fyrir allar carry-hetjur, allar mobile carry-hetjur að spila á móti. Ég verður getið þurft að eyða mikilvægum Shukuchi tíma í að hlaupa í kringum búrið. Og þeir venda líka Underlordin þegar þeir pika Rubik. Það er þekkt dratt að Rubik er eiginlega betri Underlord heldur en Underlord. Já, það hlær svo mikið AOE bónus að Já. þetta allt út, sko. Það er svo sick, sko. Já, og CTR-ið líka. Já, nákvæmlega. Þannig þarf maður að venda þessi pikk svona. En Rubik er alltaf góð hetja. Radiant team pick. Já, Líka hann er Góð verið- með á móti Weaver. Gott að stela svo gútt sínu. hann er búinn að pikka þær tvisvar sem aður á svo móti og hefur unnið báða leikina. 100% vinnur, það klikkar aldrei. Þeir svara með Dazzle. Hann er líka með 100% vinnit á svo móti. Já, ok. Hann er kannski verið liðið bara að reyna að pikka hittinu sem eru með 100% vinnit og vona það besta. Þannig að þetta er steinmæti steini hérna. Já, svona sannlega. Annarkvort vinnur þetta mun falla. Hvort verður það? Þú veist, betur á það sem að byggja frænda þeir eru með akkurat núna, persónulega. En Já, ég samla. sjáum hvernig þetta þróast. Þeir eru að leita að mid og offlane myndi ég gera ráð fyrir, Snorra dvergarnir. Já, þú ætlar að segja bara að þessi Dazzle sé bara support. Ég myndi halda það. Já, alltaf yfirleitt þegar hann spilar á middinu þá er hann notaður sem eitthvað svona counterpick til þess að sjötta Já. niður eitthvað einhvern melli middi eða eitthvað þannig. Og þeir eiga líka absolutt last pick hér, þannig að þeir geta verið að flexa honum alveg fram að síðustu stundu. Já, góð punktur. En já, ég held einmitt nefnilega að hann Gleipnir sé svolítið Dazzle enjoyer. Mars.
Ok, áhvert Mars-pick hérna, kannski ekkert sem að Mars counter direkt endilega en alltaf stabíl hetja með góða galdra og góð teamfighter og en kannski, mér finnst Underlord eiginlega frekar góður á móti Mars persónulega 5 seconds remaining. þegar hann setur upp Arena eða bara henda göldrunum inn í Arena og vonaði besta, kveikja árunum þó þú sért ekki inn í þeim Dire team Já. ban. ég kannski ekki kalla það counter en það er svona Já, Underlord er líka svona hetja sem næra að byggja pípu svona tiltölulega hratt sko með aðrar hetjur. já, Slekkur svolítið mikið af þessu sterka tæmingi hjá Marsinum. Svona í öllu þeir midgiminu. svaraði sem er kvop 10 seconds remaining. það er náttúrulega bara kvop er damage og mobility sem er Seconds remaining. virka vel á móti Mars en þeir þurfa þá að banna þessum til að protekta kvopin, spurning hvernig gerir það Já, þannig sé ég ekkert komið með eitthvað mjög reliable lockdownina hjá Snorra og þeim. nei, Radiant team þannig að ban. það verður ekki puck ban líka myndi ég gera ráð fyrir Void Spirit er Aghanis Void Spirit er mjög pyrrandi fyrir kvop náttúrulega Já. þeir ætti að banna bara hörðustu karriðan í leiknum eða ekki Terrorblade honum freka nei, þeir eru að banna 10 Vú núna. seconds remaining. Já, hlýtur að vera. Snorri dvergarnir eru að banna Vú 5 seconds remaining. Radiant team ban. Wraith King Wraith King er að fá smá winrate burst í nýja patchinum og mér hefur alltaf þótt persónlega stabíl og góð hetja Já. Sko einu hetjuna sem hann hefur spilað á mótorinu svo langt er Dragon Knight, Weaver, Edge Prophet og Wraith King. Það eru allar bannaðar núna. þannig að nú þarf Vú að sína úr hverju hann er gerður Já. koma eitthvað nýtt það er alltaf fullt af góðum karrium minni en svona Mars flækir aðeins hvaða karri er gott að velja hérna klassísku range karriðanir eru ekkert rosalega gaman að spila á móti Mars en það má samt ekki ofhugsa þetta of mikið endilega Já, þurfi líka að hugsa eitthvað hvað er gott matchup á móti Weaverunum bara svona í senninni leiknum. já og like hann, þetta er bara beint af Dota-buffur hans Vú Já, ég held að vera kannski svolítið erfitt fyrir að finna pickið hans núna. Svona sent inn í Já. draftinu. Þeir hafa yfirleitt verið að kannski bara henda hann á, þú veist, DK bara tiltölulega snemma. ok 5 seconds remaining. Það er mjög áhugavert að sjá hvað hann ákveður að velja fyrir sig. það er ennþá innir kannski Razor það er fín pick fyrir hann Já, ekkert sérstaklega gott á móti Weaver endilega en Vúleg hetja myndi ég segja já, algjörlega. Það er eitthvað, sko. Svo er alltaf hægt að henda honum bara eitt lifestealer og kalla það gott Kemur segir inn í chati Chen Wu. Já, það er safely Chen. legit Klára leikinn bara á 20 mínútum. hann er svo sem þekktur Chen spilari Dire team pick. þau eru alltaf að banna fyrst þeir eru ekki búin að þeir banna sniperinn Puck er opinn ég myndi halda að þetta sé Puck pick fyrir Snorra dvergan þetta en Já, ég veit að Örsseikar er mjög mikið comfort pick fyrir hann á millinu. 5 Já. seconds remaining. það sé ekki náttúrulega leinar ágætlega á móti Quap en svona leikurinn á móti Underlord Rubik getur verið svolítið erfiður þeir þurfa að ákveða sig ég held að þetta verði Razor báði því og Razor það er ekki alltaf gott fyrir Razor að hafa eitt svona feitan til að hlaupa inn með sér Underlord er fullkomin í það og byggir BKB early þannig að hann getur spilað á móti Mars Manta er í bildinu, gott á móti Treant
Þetta kannski er ekki nóg burst fyrir þá. Það geta burstað hér, gott að geta burstað Dazzle 1. Sérstaklega í svona line-upum. Radiant team picked Það er Broodmother. Ok. Alright. Er það eitthvað í leiknum að Snævar sem hann verður að vera með additional unit? Já, klálega sko. Hvað krassar dóta hjá honum annars? Ég held að hann verður bara ekki nóg stimulated sko. Annars, Já, þá halda hann við efnið. Það var kannski vandamálið síðast. ég veit. DK verðist vera eitthvað svona undantekning sko. Já. Er þetta 3 facet, það kannski telur. Já, það hefur svona marga valmöguleika. En já, þetta er þarna debut hérna á Broodmother á þessum móti. Já. Engin pressa. Storm Spirit. Ok. Já, Storm Spirit. Það er svo sem... Það er eitt svona direct stun, eða þetta er eitt disable, en... Annars ekki of mikið að þeim. Svo sem alltaf pirrandi að spila Storm móti Underlord. Já, ég held að, já, ef hann er náttúrulega komast í BKB þá geta hann Já. átt svolítið frían leik í teamfight sko. Og svo hérna... En pínu sko að reyna að poppa hetjum sem Storm, að þeir eru ekki með mikið burst á bakvið hann. Það held að gæti orðið smá svona damage issue að reyna að poppa hetjum í gegnum Underlord. En við sjáum hvort þau geta látið þetta virka. Já, og Broodmotherinn þú veist miðað við byggir hvernig, örugglega orkið, myndi ég held að. já, ég er ekki alveg viss sko. Skulum sjá hvað gerist. En já, ég held sko miðað við hvernig hann var að spila í síðasta leik, en á koppinum, Nihilist Penguin. Það er alveg góð trú að hann er að gera svipað hluti í þessum leik. Já. Að hoppa svolítið á baklínuna og það sem Underlordin er ekki alveg til staðar. Nei, ég veit. Þrír sigrar í röð, það veit það var gott. Grandmasterinn. Grandmasterinn, Vígons, minn eini sanni. En já, ég skal ekki gleyma núna að setja in-game-kamerun í gang. Herðu, þá skulum við kynna liðinu aftur. Iceclaw, alltaf taka co-op mid í þetta skipti. Safeline Broodmother, Louis að taka Underlord offlane, Vígons aftur á útökinu sínum og lokum eða Dóti, spilar Rubik. Hinum megin erum við með Nihilist Penguin á stórspyrnum sínum. Gleipnir er að spila Dazzle, Glacier er með Weaver. Buddy Bad Boy ætlar að vera frekar bad á sem Mars og Big Boy ætlar að passa upp á Glacierin sinn sem treðan protektor á safe-lineinu. Já, fyrir Boots, leðilegt. Boots first. Þetta er alveg strat. Það er greinilega að vera smetta fólk sko. Já, hann getur svo sem, getur hann átreita Hútving? Ég þekki Hútving ekki alveg nógu vel til að vita það. Já, ég held að geta gert það sko, svo lengi sem Hútving getur svo sem alveg spila í kringu það ef hún er að stunna hann á góðum tímabótum. Já. En hún vill yfirleitt ekki fara í skörri snemma, getur hann alltaf gert það líka. En það er smá face-off hérna, ætla við fáum fight. Já, bæði liðið með vorn til það. líklegan. Buddy Bad Boy fer á pólinn, ætla að taka sýnir hérna smá presence. Og það er even split. Okay. I'll always remember how foolish you looked. Vú er búinn að queue upp 2 bracer allavega. Já, þetta nerf hefur greinilega ekki skipt mikið um skoðun í honum. Nei, þetta var svona meira kannski nerf, svona support nerf. Það get ekki verið með 2 bracer út fram á 40 og Ja. fengið fullt af HP. Já, klálega. En það er allavega mitt hot take. Þetta er svaka hottekin það hefur. Ég er í beinni, sko. Náði hérna heldur góður rassi á Underlordin bot. Já. Byrja vel, Underlordin er náttúrulega þetta er kannski tíminn til þess að byrja að harasa hann, level 1. Þeir eiga lítið sitt aftur eftir 2 sekundur.
Ég held að leynið skáni ekki sko þegar hann byrjar að levela nefnilega. Einhvern veginn er þessi hetja með 5 armor. Evans. Með move á Big Boy. Bara trade spells wasted. Glacier er að hóta Louis. Big Boy er svolítið low. Þannig að hann á ekki neinn cooldowns til að chase niður útvöngin. Ok, já. Við erum samt að pússa inn í leirinu núna. Svolítið inn á botleirinu. Já. Þurfa helst held ég að ná að taka eitthvað tilbaka. Býtu, tveggja manna. Já. Þeir komast út. Sendir ég niðri. Kemur ekkert úr þessu. Áherslu að Glacier segja ákveður að taka Gemini frekar en Svormin sem svona fylgir hann vill frekar harassa heldur en hann er að drepa sko. Þeir heldur kannski ekki stöðu til að drepa núna. Já, ég veit. Ok, hann er singlepúli og hann fær líka besta kampið til þess að gera Úl Assassin kampið. Það er Vígans að opna þeirra púl. Sjáu topp er þetta frekar bara even. Já, bara mjög eitthvað. Þeir eru að treyta þessu sem kannski lítið hægt að gera við brút. Carrier has been killed. Hann er með 1 bracer á leiðinni. Já, hann ætti að vera á leiðinni. Vol er að éta svolítið það rasið hérna. Góða bot, komur á pöttur. Komna pöttur. Hann er með 0 armor, mínus 1 armor. Ok, stunni kannski. Hann er Glacier nærri. Góð tilhörina hjá útvingarinn að björgunum en já. Það er aðeins hérna ólangt í fyrstu frá hennum. Og meðan topp. Rétt sem mista þessu. Wall top. Er það replay time? Já, ekki bara. Sjá hvernig það gerist. Þurftum að vera með svona We are electric undir þegar replay er í gangi. Electric. Já, það er eiginlega bara að kasta upp göldurum í hann og hann deyr. Það var nú ekki flóknar heldur en það. Þetta er ekkert eitthvað svaka outplay en eitthvað þannig. Það myndi ég að segja að það sé svolítið leikur. Kasta göldurum. Kasta göldur hann átti búið deyr. Meðan Gleipni nær að stakka hardkampinu. Það getur verið svolítið pirrandi þannig til að meðan Brút er ekki með spætilings til þess að stela því. En hvað finnst þér svona koncept að pikka Brút inn í Mars? Er ekki one-shotar Mars ekki spætilingar? Jú, hann gerir það held ég svona inn í midgame ef hann er komið með einhvers konar auka damage held ég. Ég hefði alveg íhugað að pikka Mars sem svar við Brút. Já. En eins og við svolítið töluðum um það, hann var kannski svolítið kominn bara á vandarlega stað, hans Snævars, með hvaða pikka hann vildi taka í þessum leik. Hans helstu hitjurs voru þegar þarnar. Það er erfitt ef að leikurinn krassar og getur ekki micro neitt. Það er bot Big Boy Egglandri, höllin að koma út. Það er að kjamsa á Vígans, Glacier keirir inn. Firestorm niður. Hann á Bushwhack. Sárt sko. Glacier er dáinn. Hann næði rétt svo. Fyrir þessu gott séð sko. Sjúklega tæft. Ok. Gott countergang hana. Counter kill. Já, Glacier ofmat aðeins hvað hann væri sterkur en hann kannski. Já, hann líka stóð svolítið lengi í Firestorm með hana. Tók alveg heiftarlega mikið skaða af því sko. Já, er eitthvað að frétta mid? Þeir eru bara frekar even Steven hérna. Pretty much. Hann er aðeins nú eitthvað undan í... Nei, hann er eftir að taka sér creepið það. Nei, síðust þeir eru bara nokkuð jafnir í experience líka. Það styttist í fyrsta power rúnið. Það er mikilvægt fyrir Storm Spirit að ná að safna power rúnum, en hann er ekki að gera sér líklegan í það. Það þarf að stakka. Það er engin movement fyrir power runes.
Það er topp. Já, hann concedar því og fer bara í framtíð. Kvop fær þá Arcane Rune. Mjög gott rún á Kvop. Einmitt. Allar hetjur, basically. Nú vill Kvop örugglega reyna að make a playing star. Það eru frí kill fyrir hann á topp. Mjög góðu vorta samt til þess að sjá hann að koma, Já. sko. Þeir vita nákvæmlega hvað þessi Kvop er að gera. Neðan þeir eru duking þetta át en það bot. Pull, Vígan segir pulli, byttu, Firestorm kemur niður. Glacier er komin með góða possi á Vígans og pittur. Bjargar honum. Einmitt. Lenda aftur í pittinum. Einu sinni, nei. Vígan sleipur í X-Pirúnið. Hvað gerist með X-Pirúnið? Radiant main. Það er bara alveg skilja eftir, eins og er. Skal láta það bara aðeins en að gerjast. Malla bara. Fit for a queen. Já, annars er leinin þokkalega ívegin. Það er svona helst bot. Hvoranir á botleinu eru aðeins að ströggla í síðusinu en þetta eru þeir mikið búin að pæka. En Æsklófi mættur. Últa búin að það kemur Greif. Já. Ég sá ekki alveg hvernig það gerist, en var þetta ekki Hann svolítið var- bara hann einn að hoppa inn í hana? Jú, hann hoppaði aðleinn inn og Baddy Bad Boy átti svona 1,5 hit eftir. Þá kom Greifið. Já, einmitt. Kvop var farin og þetta var aðeins svo mikið HP á honum hana. Já. En þetta var Arcane Rune. Já, missi Síðan svo sem ekkert eitthvað það mikið fyrir þetta rotation, held ég. og er þetta líka space fyrir Karinans. Já. Eru Wu búinn að queue upp items með hann þar í Soul Ring, ok. Spenntur að sjá hvaða build hann tekur, hvort hann fer í, þú veist, Manta Echo eða BKB Daedalus eða Orchid Blades eða eitthvað. Hvaða línu hann ákveður að fara. Þetta pit, sko. Þetta er alveg að rústa þeim inn á botleinu. Já, þetta er mjög pirrandi. Glacier ákveður að standa í þess aðeins lengur. Fyrst þetta gott. Já. Það var svona masokista stemming enn ekki. Já, Glacier er svona non-boots spilari. Ok. Já, það var náttúrulega eitthvað rosalega mikið þing en það var það ekki á síðustu kraftöðdildinni. Þegar við vorum rosalega metta. Jú, minnir mig það var svo- svona í fjarkarólinu einhvern veginn. Invisibility. Já, en maður samt líka, endakallin var líka alveg að taka þetta oft og það var einhvern veginn, Já. það var bara að skipa bút, sko. Já, þannig að þeorist séð þarft ekki boots en Treads er náttúrulega mjög efficient item en hann vill fá sjardin inn sem náttúrulega rampar upp farmhraðanum ansi mikið. Það er að koma að reyna á massinn. Ok. Hú er lár, sko, þeir geta alveg poppað honum. Já, þeir ég held það er ekki að það sé koppinn. Hann var en það... Býtu, Já. hann er inn, Arena, Rúkur stönni ekki hittir. gert neitt, sko. Nei, hú var inn. Já. Bara mjög vel spila, nota ultið sitt bara leið að fara. Secure kills. Gera. Use spells, kill heroes. Þannig að setja smá pressa á Vígan sem er á leiðin inn í base. Það er að koma 10 minnur. Er Stormspirit búinn að fá rún í þessu leika? Hann fekk eitt innvistur núna, ég held að hann hefði bara nota og... Það er Illubot. Herru, top lane, vantar smá vana en á massinn. Vú er inn. Þetta er betur bara hittir ekki Vú með rebukinu. Penguin er að mæta samt. Komum aftur við Song 2, ekki mikið manna samt þessu unnum með. En þeir náðu líkast að skjóra Dazzleina, eða hvað? Þetta er... Þetta nú er... Þeir náðu báðum maður. Wow, double kill. Fyrir liði. Góð mæting á Æskló. Já, þetta gekk nú sko fyrirlega vel með hvað hann mætti eiginlega bara með eitt Sonic Wave sko. Bara frekar sterkur galdur. Já, góð nýting bara á þessu höfðu. Þessu skjóra 2 kills. Þarna telur að hafa fengið rúnið sko. Herðu, er treyjandinn í hættu. Æskló er ekki hrættu við neitt fyrir inn. Nú er hann sást að hugsa sér ráð. Stormspirit er mættur. Ákveður að taka vol, létti killið. Já. Ok,
alveg forsa samt alveg, hvað? Storm Rotation og ja, Massi vildi hversu svo sem vera hérna eftir. Það er hérna fallegt fyrir að fallstakk fyrir Penguin í jungle líka. Þetta var tvöfall. Henni Glacier bara í fínum málum bot er að vinna sér tilbaka. Hann er búsvæklaður á timelapse og lotus og fullt stikk. Já, Spurning hvort það vil ekki bara reyna að beita það aðeins inn hérna. réttur Pétur með þetta. skutt sér í pittinum. Ó, veist það svo gutt sem á Það timelapse. er ulti samt, ulti. Þetta er nóg, sko. Æjæjæjæjæ. Þetta var unluck. Big Boy ultar hana. Það er Patta og Louis. Einmitt, tárin er Og alveg... hún dettur af hana. En Storminn? Storminn kemur í clean-upið. Double kill. Á lítið mana. Það gerir mikið damage. 5 stig. Á 1 hoppi viðbót. Og neutral clips. Radiant's middle tower Ok. is under Hann stikar. Wow, hvað þetta Rubik Þetta er rennandi ansi vígalegur renn. Wow, maður. Þetta er svakalegt. Og þessi, hvað stækkað er með fasetinu eða? Já, er þetta eitthvað... Any Rubik spammers in chat? Þú veist, hvað... Radiant structures are Þetta er nú samt ekki beint AOS spell, sko. Eða svona... Jú, kannski samt. Radiant's middle tower is under attack. Já. Lítur allavega vel út. En þá er Wu komið með Spiderling farmið í gang. Spurning hvort að hann byrja ekki að hoppa upp network chatið. Tower is under attack. Já, lítur nú að vera. Með að... Leiðin Vívernaðis, hann er að passa sig. Sjáum hann splitta Spiderling sinna. Þetta gullfallegt micro. Dire's middle tower is under Hann er að beita inn Marsin sko. Já. Vill ekki gefa honum Spiderlingana. Já, þau tóku turnin bot. Mist alveg að því. Hann er dead. Þannig að nú minnkar aðeins spacey fyrir Glacier. Hann er ekki alveg kominn með... Hann er að fá núna mailstormin sinn. Portal. Nú ætti farmið hans líka þess að byrja að rampa ekki á hann. Það er defensive hérna. Sýnst það bara nóg. Já, Já, cool play. Bara ófeimið við að poppa inn að reyna til þess að taka svona sko. það er betra að vera á lífi en dead. Það er 14 mínúta wisdom. Gleipnir er in position. Radiant's top tower is under Þeir ætla bara að keyra á döðinu. Mér er ekki að sjá hvað Tótin er að gera með þessum remnant sko. tower has fallen. Það eru svo vígaglegar. Tower is under attack. Hann er alltaf að stela stökkum hérna. Já. Það stakka hann sjálfur. Nei, þetta voru dörganir sem stökka þetta. Middle tower is under attack. Á meðan er Big Boy að setja pressu mid. Hvernig fóru Wisdominn? Það er ennþá wisdom top. Dire's Býður. Big Boy virðist þér í plantir hérna. Æskla á hann að blink. Þetta er ekki, jú, Þessa- dagur. Wall segir takk fyrir killið. Það verður ekki talað um þetta á Discord eða neitt. Nei, svona er bara Rubik play. Radiant's middle tower is under attack. Ég er að fara beint í Eidolens að Rubik. Radiant's middle tower has Komið fallen. mech á Underlord. Já, það fóru Mac fyrst, ok. Það verið bæp. Já. Ég held að það sé bara fínt. Ég held að sé nefnilega alveg með smá damage vandamál. Snorra á dörgarnir sko. Það er svona burst heal kannski bara er betra til að byrja með. Radiant's middle tower is under attack. Meina Glacier bara einn sínum heim með að farma. Já, mjög svipað gameplay hjá honum og í fyrsta leginum, sko. Bara, Já, Storm er á leiðin í orki. Þeir eru kannski að bíða eftir því tæmingi. Hann er 250 gulli frá orki. er komið með peningi fyrir því, en er að... Já, ok. Já, Wu er með sitt orkett, Storm er með sitt eftir 200 gull. Þannig að þeir fá þetta eiginlega á svona... Þannig séð, sama tíma. Q er upp BKB næst, ætlar ekki beint í stóra orkið. Ég gleymi alltaf hvað heitir. Bloodthorn.
En sjá, map control er svolítið verktaka megin akkurat núna. Ég veit. Þeir ættu að geta svona þrengt á mappið og mögulega þú geti fundið eitthvað solo kill með þessu orkiti. Og rambarinn á Víver hérna. Setur út pöttunar, stormir inn. Hann er ekki morgin samt, en er það nóg? Timelapse maður! Hann var að taka damage þegar hann lendi eða eitthvað. Já, þetta er skrítið hvernig þetta koppulti virkar sko. En það er Mars Arena á 3 á. Er Storm að lifa af En Vol er að chasea, þvílíkt play á Vol. Það er nást að berga Stormin sínum. Það er overgrowth til. En spurning hver á að gera damage hérna? Engi brútmaður. Ekkert að reyna heldur. Já, ég held að hvort liði getur nú ekki gert yfir eitthvað rosa mikið klipputælninsöluna eins og þess. Big Boy Boy samt. inn. Já. Hann er rútaður. Þetta er niður rúti? Nei, ekki eftir út. Það er ult, já, hún tekið smá. En, já, hann er ult. Eða hvað? Tæpur. Það að reyna eitthvað snæp. Ótung. Kopp var heldur búinn að nála með það en útving. Hann ætlar ekki að láta að reyna. Það er svo margir að horfa. Og mikil pressa. Já, Glacier er svolítið bara að vinna með sama playstíl og hann gerði í fyrsta leik, sko. Ok. Spila bara sínum allar heimlengi. Fá bara sín item og svo joina liðið sitt. Tower is under attack. Já, ég myndi, hann þarf BKB til að fæta svona reliably hérna. Alveg klálega og svo þarf hann líka eiginlega að gera bróðlutna á damage-unum. Reynda að komi orkid á brútmaður. Hann hafa Sukutsea Reynir inn, samt. býttu nú við. Massa er með blink, sko. Það er orkid á hann. Hann er samt ekki með það. Nei, hann fór bort. Það er úti. Lítur út Það við er ekki. Og hann er dead. Þú veit hvort að Vígun sé hætti hérna. Glacier er inn. Ekkert bootstrap til. En heldur enga pöttur, þannig að hann er að ná að tjúka þá. Vol mætir á svæðið. Þeir sjá Vol, orkitur uppi. Eigaði púl, þeir ná púlinu. Gekkið búið svögg. Koppi, Nei, bíddu. svolítið aftur mark. En Smá ormi. Massin er ekki mættur ennþá, smá í hann sko. Nær greifinu, timelapse. Vol á það fullt af mana, klárar Dazzlin. Hvert var það? Þetta verðist bara að vera búið. Nei, Big Boy, Ice Claw er með hann í siktinu. Glacier kemst út af því. Hleypur í vitlu átt. Nei. Smá jukesen í gangi. En ekki nóg. Já, þetta er klárlega verktökum í hag hérna. Það voru svo sem bara support trade en Kornir er að fá killin og Wu er komin efstur í netvarðið. Dýttist í BKB hjá honum. Já, þetta er stefn í helviti sterkt timingina hjá honum. Og komi Guardian Greaves á pitla. Þannig að það er ekkert að orkita hann lengur. Dire's bottom tower is under attack. Já, ég held að Glacier þurfa að leggja ansi hart að sér til að karja hennar leik. En hann hefur alla burði í það, svo við sjáum á hann. Já, er ekki Víver ennþá alveg svolítið sturlaður? Þú veist, hann er komin með þetta level 25 talent og eitthvað. Jú, Þetta er svolítið skaða. það er svo sem er þá 11 level í það en. Já. Og það verður haldið í one einhvern veginn. Bottom tower has fallen. Það er frían turn. Þeir eru svona frekar þéttir verktakamenn en á hvað plesir upp. Það er ennþá Wisdom hana, notabenni. Louisiana pikkar hana upp, er hann látað að malla? Hann pikkar upp. Hver er þetta sem er að teikna ringin á það mapp? Er þetta ekki Snævar sem gerir þetta? Snævar örugglega, hann er mikið fyrir svona hringa á Já, minnstur. hann var svolítið bara spot on. Ég held að hann var örugglega að segja liðinu sinni hvar þeir væri núna staðsettir að farma. Já, ég var bara sem hann hefur gaman að teikna sko. Já, hann var bara teikningu kall. Já, en ætla ekki, ef ekki gefa honum það að þetta hefur verið shot calling. Jú, þeir eru með bara einn vortina sem sér nefnilega neðri djungli. Þannig að, Been denied. já, við getum svolítið séð hvað snorrað þeir eru að spila bara út frá þessum einu vorti.
Sleipnir er að gera sér líklegan í vistamið. Nei, býtu, þetta er hans vistam. Eitthvað er ég að miskilega. Annari, svo sannlega. Vel gripið. Það gera það rétt, leifa pöttin að malla svolítið. Hann kom hexi. Það er actually frekar gott hérna. Bara góður sett. Já, bara alltaf value sört. Sjáum að Lúi byrjar að leggja lóð og voðaskálunar í teikningadeildinni og vill fá sína menn í þeirra Tormentor. Já, þetta er svipað í fyrsta leginu sko. Snorri og Dvergarnir taka fyrsta Tormentorinn sinn og það eru verktakarnir eitthvað svona, herri já, alveg rétt, það er objektiv í leginum og gera það svona mínúti eftir það. Já, við sjáum líka að networthið er búið að eiginlega jafnast út. Það var 4K fyrir 2 síðan og enginn heiti búinn að deyja og komin niður 1K. Já, sem er alveg áhugavert sko, það mann er leið svona eins og Snorri og Dvergarnir voru með minna map control á þessum tíma. Já. En greinlega kannski bara með betri hitur til þess að flossfarma. Íverðin er komið sjartið sko, þessi farmar ansi hratt í þessu bildi og hann fær að komast þangað óareittur sko. Já. Þannig að það er náttúrulega, er að kicka inn og hann er efstur í þessum tölu orðum. Ok, þetta er samt alveg frekar stórt pick-up hérna hjá Tóta og Rubik sko. Fá hérna sjart, þannig nú getur hann þannig verið held ég að bjarga félagum sinum úr að reyna. Það virkar ekki henni. Getur hann ekki lyft? Jú, ég held það, en hann þarf að sjá þá einhvern veginn. Já, hann þarf að vera place of wards inn eða eitthvað. Já, þetta ward inn og getur það getur verið remnandað inn ef hann er með remnand fyrir vision. Getur maður ekki portrait ítt á hetjur í mannsarræna, er það ekki til? Nei, ekki með þessum facet. Nei. Það var verið að fleima Omninet í mínum leikum daginn fyrir að portrait klikka ekki á mig inn í mannsarræna. Já, það, ok. Já, ég er nú nokkuð Ég held að það væri ekki hægt sko, ég fleimaði hann ekki, ég tók ekki þátt, syndi ekki svoleiðis sko. Ég veit til þess að þú veist með Shadowrem hjá Dark Willow, það er alveg hægt. Þá náttúrulega eru liðsfélagarnir en þá sjá hana á mínum áfinu. Þetta er aðeins öðruvísi, þú veist þeir fari í Fog of War, tælna þessi. Já. Þannig að átt alls ekki að geta séð það. Ok, Vú er að klára BKB-ið sitt. Spurning hvort þeir vilja nota þetta timing eitthvað. Það er komin Rod of Eidos á pitlord líka. Áhugavert pick-up hérna, bara meira lockdown, eða meira root. Já, þessi Rod of Eidos eru rosa mikil disco hérna á þessum Underlords í þessari deild. Ég hef búinn að sjá hann oftar heldur en ekki, sko. Þetta er líka frekar pirrandi svona að tala það reynslega að vera enn í pitt og fá svo eitt Rod of Eidos í smettið og... Ég veit. Annars er líka Buddy Bad Boy að fá sinn BKB og mér sýndist Víverinn verið að nálgast sinn líka. Þannig að við munum ábyggilega að fá Mass BKB Reveal Class. Glacier er að farma Spiderlings. Já, hann getur verið vandað hérna. Þetta nú við, það er Smoke. Þurfa hann á einhverju. Lúi fremstur. Orkið. Þeir finna hann. Já. Rod of Eidos Silence. Það er í skil. Gott execution hana. Ná peski pöttinni. Spurning hvort að playið er Rose hérna. Sýnist þeir vera að stilla upp fyrir það. Já, hann er að koma náttúrulega núna tilbaka. Þá mætir hann. Kom BKB líka á koppinn, þannig að þetta er double BKB timing. Já. Styttist í hinn BKB-in. Við sjáum að Víver líka búinn að queue upp kristallið sitt, ætlar í Daedalus næst sem er svarar svolítið fyrir vandamálum, vantar svolítið damage. Blinkbaggerinn inn. Leiknir er verið að builda save, það er ekki gott alltaf. Barriers og saves. Storm nálgast sinn BKB líka. Það er Aegis á Snævari.
Hann tók +2 spin web simultaneous webs. Er þetta talendin? Ég er nú að vegan, ég veit ekki hvað það gera nákvæmlega. Hvað þýðir þetta? Ég veit það ekki, en það er action. Louis er að keyra inn. Ward komið svo Kutsi. Ó, það eru Hann bara er með BKB. Timelapse. Næ timelapsinu, en hann er frekar einn. Mars Ok. er mættur, Storm keyrir inn. Geggjaður maður. Þvílíkur að rýna ulti á 4, 5. Þeir eru allir af, ok, það er Eikis. Já, Þú á BKB, hleypur aðeins burt. Getur tippið það ekki, bara eða ekki? Jú. Jú. Bara gaman að hlaupa. Þvílík mæting hjá Snorradvergnum hana. Já. Gullfallegt að reyna maður. Já. Og líka Það er- bara klötsa víverinn á að lifa hann af. Já. BKB-inu og timelapse allt dementi sem hann fekk af sig. Mikilvægt að vera að koma í BKB þarna. Það var eiginlega bara nýbúinn að senda það á sig, því hann átti ekki gullið þegar hann var dead. Sko. Já, ég veit. En þar fór Eikis inn. Og nú er Víver byrjar að gera damage. Storm er líka komið með Kaja Sans. Hoppaði aðeins yfir BKB sitt. Þannig hann er að gera meira damage líka. Já. Þeir eru að byggja damage, þetta er alltaf að koma, sko. Dire's top tower is under attack. En það er spurning hvað gerist þegar verktakarnir eru ekki svona klömpaðir. Það er eitthvað fortunate þarna. Þessi marsarinn að henda þeim öllum í klessu, það var gott að lemja þá. Ok. Við gefast upp á þessum turni. Ó, það eru komin annað sett af Wisdoms. Er búinn að vera að nota þetta orkið aðeins minna en ég átti von á. Ég held að hann myndi svona aðeins reyna að veiða upp í Dasulinn svolítið. Já, ég held, hann er bara ekkert búinn að gefa honum eitthvað mikið tækifæri til þess. Þeir eru búinn að spila svolítið saman. Eða svona, já, ekki mikið búinn að vera að flakkast langt Bíddu. svona mappinu. Hann misti alla spætilins. Það er alltaf leiðis að vera sátengin. Ég get alltaf að fara tilbaka, sín tripla þessu, en Já, það er þá í aðra þetta með einhelti og það er mótstjórn kom í máli. já, Við sjáum að Vígans er að skipta um skoðan í þessu leik og ætla bara í kleipnin. já, Old Faithful. það er svona sígild. Og itemi sé aðeins verra og aðeins dýrara þá þetta er ennþá eigi og í rút. Já, þetta er bara, þetta fittar bara kittinu hjá Útving svo vel, sko. Já. Bæði að vera með bara ógeðslega gott prokk fyrir kúin. Glacier er gripinn, hann á BKB. Hann þarf að poppa því á timelapsar, fyrir inn. Útving er ekki þarna og Kvop er smá hérna. Það er engin Dazzle og Stórspyrt heldur, sko. Nei, en nú er BKB hjá Glacier búið og eiginlega ekkert notað hjá verktökunum. Já, þeir eru held ég örugglega bara disengage núna. En eru enda eitthvað að stikka? Sjáu. Já, nei, ok, það var Sentry. Finnur Glacier, hann á orkitið. Kvopir inn. Ói, hann Hann á misklikkaði. BKB og Snildrún. Hvað langt það Annar, stryggjumann er Einn sekund þvílík. timelapse. Overgrowth. Þeir eru allir svo lágir. Sjáu þið, það er Glacier. Hann slapp við 50 AB, en kom nær hannum, ok. Ok. Ívans, spjótið, hann giskaði hana, en Vú verið sér í klandri. Ekkert Og hann er BKB. fallinn. Double kill. Já, þetta var aftur 3-4 manna arena og 3-4 manna treantúlti. Já, Þeir ég eru að fá meira fyrir þessa stóru teamfight bardaga heldur en verktakar og það er að gera gæfi munin hérna. veit. Svolítið að skoða þetta aftur hérna. Já, Víðurinn hann er að ná alls ofta svo kjút séu einhvern veginn rétt áður orkirni kemur. Já. Óvæsni. Já, þeir eru eiginlega bara með tölvöld sterkari teamfight. Já, Snorraðinni, sko. Og betri teamfight spila. Já. Storm er líka komið með 16 galvanize stacks. Það er eitthvað
aldrei gott. Fyrir verktakana. Volcom sýnir sig, orkitaður. Það er pittur inn fyrir hann. Hann er með... það er BKB á storm. Það er BKB út. Þetta búið þeir ákveða að chasea. Nú... ég er ekki Dazzleinn. Þeir eru bara fannir út. Hoppin ætlar að fara næst í Hex. Það er... nei, skiptir í Octarine. Með DD botlað. Ég held að ég myndi vilja fæta með BKB eða á cooldown hjá Stormi og reyna að gera eitthvað. Við sjáum að hann er ekki að taka neina punta í Shadow Drag. Það hef ég ekki séð áður. Það eru sumir sem fíla að gera þetta build sko. Ok. Þetta er svona, já. Alltaf lærir maður eitthvað nýtt. Já. Þetta er... það verðist vera svona nýja skólabókin, eða hvað sem maður segir. En já, náttúrulega Axe-buildi er alltaf sterkt. Sama hvað þú ert staddur í leiknum, þannig að finnum hvort að nákvæmlega hendi það svo seinna. Hann á bara 2 statpointa eftir sko, þannig að það þarf að byrja að levela einhvern veginn. Dóti fær Sukuchi setaður. Já, ég er að reyna að pirra Glacier aðeins. Já, það var einhver daginn sem var að spyrja mig spurninguna sko. Ef að bæði Weaver og Rubik fari inn í hvort annað, með sentries á hvort annað, með Sukuchi, báðið með, við getum sagt bara 1 HP, hver deyr á undan? Þetta er ekki bara báðir? Já, bara í sama frame. Já. Æ, Það er kannski krassa leikurinn og það byrtast 3 Divine Rapier í fountain eða eitthvað, ég veit ekki. Já, það var mjög típist eitthvað svona Dota programming sko. Já, byrju Underlord Mantar og nokkur Divine Rapier, já. Herru, finn á Wu inn á bot, Nari kom á BKB. Hann á BKB á livestream, hann verður að törna hérna. Hann Hann er bara rútaður. stíði sig sko. Louis er kominn. Þessa portal. Ok, þeir eru að koma í gegn. Koppin er samt ekki hérna. Hún er svolítið mikilvæg partur af tímafætinu þeirra. Já. Þessi damage issues við vorum að tala er eiginlega aðeins að snúast við. Ok, þetta var þetta geggja tjúkjana hjá Vegans. Vegans, já. Bottarinn Louis, hann er þykkur en hann er ekki svona þykkur. Hann er komin í hérna Lotus Bath sko. Hann spjóta hann bara inn í potli sko. Þetta er gott fyrir húðina en ekki fyrir hjartað. Það væri gott slógan fyrir eitthvað krem hérna á Íslandi. Gott fyrir húðina, ekki fyrir hjartað. Og þeir finna bara meira. Það er Vegans sem fundinn. Spjót og dregin á saman tíma og fallinn. Já, ég held að verktaka þurfa aðeins að tuska sér saman andlinn og byrja að spila aðeins betur. Já, ég finnst ekki líka, þú veist, mér finnst Brút ekki vera núna á þannig stað sem hún getur eitthvað að vera að teamfighta vel inn í þessi hetju, sko. Nei, hann þarf nefnilega að komast í backline, sko, hann þarf að byrja á Dazzle. Ef hann byrjar á Dazzle, þá gæti fightið farið vel. Dazzle eða, þú veist, að verða að byrja á Dazzle. Já, en mér finnst nefnilega bara svo að, þú veist, þeir eru með Storm og Mars einhvern veginn. Með þess að koma Hex núna. Samt eitthvað svo erfitt, þeir geta verið svo fljótar að, þú veist, grúpa saman og verja félagana sína. Og hvað er Dazzle með? Já, hann kom með blink líka. Já, hann skynjar að hann þarf bara að komast inn og greifa þannig að þeir eru að góa og þá fer teamfightin í vaskinn eins og við erum búin að sjá gerast tvisvar. Nei, þetta ekki, en hann er búin að eiga góð greif, bjarga sínum liðsfélögum. Það er ekki sitt hlutverk. Glacier er mættið með Satanic, þannig að, já. Okay. Já, hann ætti ekki að deyja í bráð. Býtu, það er Orchid of Wall. Hann á júl. Nær júlinu.
Bad Boy er að koma sér í position og er hexar að kvo. Næs, skutt sér burtu, hver er vissun? Halló? Æskulan er ekki að byggja hann er hexað fyrst af margsunum. Hann á ulti, hendir því út. Ok. Mikið heal, Satanic. Bad Boy er ennþá á lífi. Hann er og þetta greif. Ignore your email number of kills. Og með henni Penguin og Glacier eru bara að þurrka upp. Já, þú veist... Þeir náðu ekkert svo mikið að hjálpa Snævarið sko, þegar hann er komin svona inn í miðjan fætin. Það er engin support sem getur eitthvað verið að hjálpa hann mikið. Þú er kannski lift. Hexawolf kom, Storm fyrir kjólar inn. Dominating Skjóta er dead. Own it. Hættur þetta sín fyrir Storm. Já, það er svona svolítið eins og Snævar sé að fara inn áður en hann segi liðsfélaginu sinum hann ætli inn. Eða svona kallar inn þegar hann er á leiðinni inn. Já, ég veit að hann allan ekkert rosa mikið að fylgja líka það sem þú ert að reyna að nefna að hann ætti að vera að gera, að finna baklínuna. Já. Ég er yfirleitt alltaf bara að sjá hann einhvern veginn koma bara inn í miðjan fætin. Hann er kannski ekki að reyna það sko, en bara einhvern veginn eru fætanir alltaf að enda þannig. Þetta er bara Rax sem þið gerir það fyrir. Hitler er komin til að defenda. Það er rút, þetta verður annar rút. Ætlar einhver inn, Snævar á ekki BKB inn alveg strax. BKB inn, ætlir skilin ekki bara eftir. Já. Spurning hvort þeir reyna að chasea, þeir eiga ekki mörg svona direkt stun. En þeir eiga hex á kvop. Það er uppi eftir 5 sekundur. Storm tipjar út. Það sko situr líka á tier 3 token. Spurning hvort hann hefur verið óánægð með itemin sem hann fékk. Hvaða tier 3 token vill maður helst á Storm? Nei, á Coop. Þeir sjá Storminn. Þeir eru að koma í sinni posísjonu. Dazzle er á leiðinni, það er Hex. Hann er mjög beð samt. Hann á beigðu. Og kominn Mindbreaker á Weaver. Það er ekki Rose er uppi. Er BKB niður á Storm og 3 undead, no til að taka Rose, finnst það? Já. Ég veit líka, Snorri og þeir veit örugglega ekkert að þessu sko. Það er vitað náttúrulega núna, Rosen öskrar. Þannig að þeir reyna bara að púsa lanes í staðinn. Já, þeir taka ábyggilega hinn Raxin fyrir þetta. Gengur ekkert rosalega rætt. Já, hverju heldur þú að verktaknir þurfa að breyta til að byrja að vinna þessa fæta? Fyrir utan að Snævar er að koma tilbaka. Er betri spell fyrir Rúbik að stíla? Er eitthvað svona damage sem hann getur verið að stela? Er eitthvað... Nei, það. Þeir eru inn. Glacier, BKBR, Arena, BKBR er þessu spjótið. Út hann er blink út. Sko sérstaklega með hann Harpoon ætti hann að reyna að vera að leita meira að þessu. En ok. Eru. Volcom hann er með ljósi brjálaður. Hann er orkidaður. Liðið hans er sko nowhere inside. Já, hann kom sér í þessa stöðu sjálfur, veit ekki fyrir sökina. Ég held að hann sé svolítið kannski bara að skemmta sér eitthvað. En Snævar er ennþá að teikna. Hann þarf aðeins að vinna í hringjum sínu. Hann er með Aegis en ekkert BKB sko. Það er þetta tvisvar. Já. Það er með BKB. Nei, buyback segi ég. Þetta er mjög dýr döðið sko. Já, Vígans er á leiðinni í Daedalus, það kannski verður þeirra saving grace að fá damage frá backlinenu sínu. En það er spurning hvort hann fái tíma til að komast þangað. Já, lítur ekki út þannig eins og en það gerist alltaf ýmislegt á hægrátt sko, maður má aldrei segja leikurinn sem fullkomlega búinn. Þeir eru bara að vera agaðir á hægrandur okkar, eða þeir á sínu. Það er Hexa Louis. Svo jumpar inn, er það? Það er spjótunni á Rúbik.
Wow, þetta er aðeins lengra spjót. Axe á dásanum. Ok, þeir forsa ekki bæbæki hjá Já, en þeir eru að missa Raxin. Það er Arena, Louis er lár. Louis fattir Eagons, er í klantri. Úti á BKB-an, hú. Já, BKB hans er alveg wasted hérna. Það er búið. Það er ekki að lemma neitt í þessu fætt. Á buyback, notar það. Ultra kill á Glacier. Rampage. Það er Já, Rampage og Double Rampage. Erum við hættir? Nei. Inn með þig. Inn með þig. Nei, ekkert svoleiðis. Þetta slöng hefði verið ósáttur þarna sko. Eða hann hefði verið að kósta þetta leið. Já, þeir hefnir að vera ekki með hann. En þeir kalla það. Já. Já, þeir voru bara eiginlega frekar outplayed. Ef ég á að vera hreinskilinn. Ok. Já, ég fannst nú bara Snorra og Dvergarnir sko bara vinna þessa seríu bara með þessu fyrir teamfight. Alveg Já. bara, já, klálega. Kannski verktaknir náðu ekki að nota styrkleika síns lineups á réttum tíma. Já, Eins og þeir voru með fyrsta eikinu svona, það fór pínu í vaskinn. Þegar Big Bad Boy mætti hana með 4 manna arena og Mhm. Já, hann svolítið opnaði leikinn fyrir liðið sitt sko, þegar hann var að ná þess hana á toppleginu, geggjuð að reyna og hann gerði það aftur heldur fljótlega setna í einhverju öðrum teamfight, ég man ekki alveg hvar var. já. Við sjáum að þó að Glacier hafi verið undir í nettvörðu byrjun, þá endar hann á toppnum, farmaði og barðist vel í þessum leik. En ég myndi setja Bada Bad Boy MVP hérna persónulega sko. Já, Mér fannst hann eiga stjörnuleikina með úldónum sínum og svo náttúrulega Buddy Bad Boy og Big Boy saman sko, að nota galdrana sína í góðu syngi til að búa til space fyrir hvorana til að lemja. einmitt, þeir voru alveg að gera þarna Dota Cinema Blaze þarna saman í teamfight. Það var mjög gott spellcasting hjá þeim. Já, og já, eins og við vorum að kannski bara að nefna áður. Mér finnst þessi sería svolítið ákveðast bara út frá hvaða lið var að fæta betur. Veist, þetta var ekkert flókn heldur en það. Eitthvað hvaða lið var að nota sér makkontróli betur. Veist, þetta voru bara teamfightinir sem svolítið svona sáu hver fekk yfirhöndina og einmitt út af þeir náðu að fæta svo vel hana í midgameinu að þá var það svo erfitt fyrir verktakana að koma sér aftur inn í leikinn með þessu line-upi, fannst mér. Já. Þú veist, það hefði kannski geta reynt að taka eitthvað rosa svona split push nálgun á þetta, en það er náttúrulega bara rosa erfitt á móti Stone Spirit og þú veist, þeir voru komin með Hex á Storminja og Marsinu. Þannig að bara, Já. góð item ákvarðanir hjá þeim líka, fannst mér. Herri, yes. Já, einmitt. Já, vel spilað hjá Snorradverkanum, eiga þennan sigur skilið. Já, þeir lúkka stórhættulegir sko. Ég held að fólk Já. þurfa virkilega að passa sig á þessu leiði sko. Þeir eru ekkert að grínast sko í þetta skipti. En já, ég held að þá skulum bara segja þetta gott í bili nema kemur hérna nokkar sekundur. Ég ætla að sjá hvort ég get smellt. Nei, ok. Það er hérna að fá frikað viðtal en mér finnst hann ekki á svoðinu. Óefni. Það er ofni, en þið fáið það bara einhvern veginn sinna. Herri já, ég ætla bara að slappa aðeins af. Það var svolítið, þessi leikur kom svolítið upp á þurru fyrir mig allana. Já. Sama hér, það var bara á leiðinni heim úr vinnunni. Já, já. Sá neyða kall. En já, bara takk fyrir að joina mig og skilja mig ekki einu eftir í kastinu. Það er illígal. Já. Herri, einhver svona loka orð frá þér árum sluttum þessi í kvöld? Nei, bara takk fyrir að horfa og áfram með þessa leiki, keyrum þetta í gang. Veistu hvernig að liðið þitt? Þeir eru að leika á föstudaginn, Á föstudaginn, ok. föstudagskvöld, það verður bara popp og bjór. Einmitt, eru stífar æfingar í gangi eða eru þið bara að taka þessu? Það er einn úr liðinu mínu hart við vinnu núna. Ok. Er að
grafa sig í gegnum nýju hittunar. Ok. Þannig að eru að fara að sjá eitthvað nýtt og spennandi núna frá okkur á fyrstuðin? Við erum alltaf að elda eitthvað sko. Ok. Það verður eitthvað, við ætlum aðeins að snúa við draft áherslum okkar frá því síðast og fórum aðeins yfir gameplay málin og komum 2 eldir til leiks á föstudag. Líst vel að. Herjá, þá ætlum við bara að kveðja ykkur í bili, bara takk fyrir áhrifið og já, við sjáumst á næstu örugglega bara á föstudaginn. Yes sir. Yes. Ha det. Ha det bra.